og rífa þetta allt í tætlur og hægt að fara að undirbúa úrskurð. Það svolítið mikið rið sem var svo sem alveg vitað. En þetta nokkuð heilt. Ég búinn að berja þetta allt í klessu og það styrkur í þessu. En brettabóginn hérna alveg hundur. Og sílsöðin alltaf, bæði innri og ytri. Bodyfesting hérna. Þarf að styrkja. Þetta fer allt úr. Hvað var að Íslendingu? Svo sílsinn ágættur hérna en ég sker hann allan í burtu og set nýjan alla leið. Svo úrklippan hérna frá því að bílnum var breytt. Gólfið ágætt, ég búinn að berja þetta allt í klessu og taka tjörumóttun í burtu og þetta var náttúrulega allt rennandi blautt. Og bodyfestingin hérna massív, ég búinn að berja hann í klessu. En það náttúrulega vantar bara stuðning frá sílsanum og innra brettinu hérna. Þá verður það ágætt. Frambrettið, fremst í brettakantinu var bara sandbingur alveg. Og fyrir vikið komið gat þar. Þetta brettið rándýrt nýtt og ég ætla að reyna að laga það. Og svo sama þarna náttúrulega niðri við hurðastafinn, það allt farið. Ég laga það. Þannig að þetta nú bara ekki svo slæmt. Þetta til dæmis töluvert minna skemmt heldur en rauði langkrúserinn sem ég lagaði hérna fyrir 2 árum. Þetta allt farið að passa ágætlega. Nú þetta klára bara að þrífa þetta upp öll samskeyti og það held ég áfram með þetta hérna. Og svo bara hægt að fara að punta þetta í. Ég er reynda búinn að punta innri sílsan í en bara að ganga þess betur frá því. Þannig að það var orðið massíft alveg. Það var leiður á þessu í dag. Það má ekki gera mikið inn það verður alveg soðinn. Þetta sterkt hérna í kringum póstinn, þetta þarf það að vera það. Ég hef stundum fengið svona bílatimmin sem búið að skipta síls á og þá ekkert gætt að því að þessi póstur sé áfram sterkur því að hann náttúrulega tengdur hérna ofan í sílsan. Og það mjög þétt hérna á punktsöðan í kringum póstinn og þannig það orginal. Það ekkert ástæðulausu. Bæði náttúrulega getur þú fengið bíl hérna inn í hliðin á þér og svo nú hitt líka að hérna sætspeltis strekkjarinn og festingin á móti. Þannig að það nú eins gott að þetta haldi. Þannig að ég hef svo sem sagt áður og segi það enn að svo að bílar séu á grind þá þurfa hann samt að vera með sílsælagi. Og sumir og jafnvel bílaáhugamenn hafi fullyrt annað. Hvað finnst ykkur svona rústkonverter? Þetta ekki eitthvað voða fínt? Ég hef aldrei notað svona fyrr. Prófa þetta svona.
Sjá hvað gerist. Þetta er eitthvað voða flott glundur. Það var að koma pakki frá eBay. Meiningin er að þetta verði einhver tíma drifskraftshandbremsa á Hilux. Þetta er nú Það er flott veður hérna á Akureyri. Við skotið drifum okkur norður eldsnemma í morgun og náðum í hásingu til að smíða undir Hilux einhvern tíma. Nú drifum við okkur bara aftur heim og ætlum að vera konur heim fyrir kvöldmatt. Akkur inn í staðaskála. Þetta er gósið. Land Cruiser 70 reverse drif með rafmagnshlás og gormar og eitthvað svona. Og að breyta þessu í tvöfalda brennsludisk. Þannig að þetta geta verið flott undir honum. Þá líka kannski stendur hann orðið réttur í hjólinn aftur. Það er ákveðin léttir að eftir alla þessa söðu vinnu að þá passi þetta allt svona þokkalega vel. Hurðirnar í hurðargötin. Þó maður reyna að vanda sig og getur þetta alltaf klikkað. Þetta er bara flott. Jæja, svo verða flest kvöld næstu 2-3 vikur á þessari hlið. Ég held að það sé minna rið í bodyinu sjálfu hér. Það eftir að koma betur í ljós. En ég þarf að laga líka grindina og hérna aðeins. Svo það bara þegar ég vil setja búkan undir. Ég þarf að færa hann líka, treysti þessu ekki alveg. En ég held að gólfið og sílsins er betri hérna megin en allavega hjólskálinn hérna og brettið bara eins og hinum megin. Ég hafði nú vitaði núna að skilja eftir smá pláss hérna þannig að það er hægt að koma öðrum bíl hérna eða fjórhjólinu. Hann er búið út núna í 2 vikur. Það er ekkert sérlega gott. Kom út. Nú hefur verið undirbúið hérna hliðina. Ég glemdi alveg að dokumentera það hinum megin. Ég var svo spenntur að byrja og er svo sem löngu byrjaður hérna. Sjáum nú hvernig þetta er. Allt innan úr sílsónum og inn úr grindinni og ég er bara rétt að byrja sko. Ég noti þetta svona á háþrýsti dælu svona, ég held að þetta sé kallað snákur. Hann er með drjóla hérna á endanum og svo er hann með nokkra hérna sem að vísa aftur. Og þeir draga snákinn fram þannig að það bara halda í hann svolítið fast. Og ef að háþrýstdælun er nógu öflug, þessi er nú svona bara ágætt, þá dregur hann sig bara fullum krafti eftir grindinni inn að verði og sílsanum og hvað sem er. Og maukar í þessari drullu og hún kemst út götin. Og þetta er eitthvað sem ég mæli tvímælalaust með að eigendur eldri bíla og allavega Toyota Jeppa geri. Ég geri þetta á hverjum einasta vetri sko, eða svona á vorin þegar hættir að setja salt á göturnar. Ég geri þetta nú hérna því ég er að fara að skera þetta. Bara ekki síst til þess að minnka rek og viðbjóð sko, þegar ég er að skera í þetta og ég var nú að skera vel hérna í grindina til dæmis og já, svo þeir eru nú að skóla þetta vel á utan líka allt. Og þann til önnur sniðu græja fyrir háþrýstdælu þar. Ég hef nú ekki notað hann.
hef ekki notað hana mikið en ég var aðeins að prófa hana áðan og það er svona sandblástur eða svoleiðis. Þetta er býsna ágætt. Þetta rífur svona upp alveg bara niður belt stál. Þetta var sóðalegt, maður gerir þetta eiginlega ekki innandyra sko. Það er að segja að þetta er miklu sóðalegri heldur en moldin og saltið. Þetta fer bara bókstaflega út allt og inn í allt. Þannig að ég reyna að gera það utandyra. Það er voða sniðugt að nota svona græjur, þetta auðveldar manni lífið og niðurstaðan verður betri. Þetta þarf alls ekki að kosta mikið, ég man nú ekki, þessi snákur kostaði nú ekki mikið, þetta var eBay og sko því líkt löng slanga, þetta er náttúrulega ætlað í skólplagnir sko. Þannig að ef að stíflast klósettið einhvern tíðan þá var þetta að vaða með þetta nonni og tæta þetta upp. Og síðan er þetta með riðvörnina. Það eru fín þessi göt hérna út allt. Þetta er það sem að plastið er sett hérna í hurðagötin. Það er fínt að koma þræði niður til þess að bera riðvörnin á eins og ári. Þá held ég að svona bíl sé nú bara borgið sko. Ef að þetta er gert öðru hverju. Það fer ekki svona nema þegar að menn bara spá ekkert í þessu í 10-15 ár. Þannig að heppin með þennan, hurðar eru góðar og grindin er ágætt þrátt fyrir þetta. Það virðist vera svona nokkuð staðbundið hérna. Og svo er hérna alveg klassist við olíutankin, bara innanverðu, áður megin. Já, eftir að takla það. Þetta eru allt þekkta breytur og ég veit ekki, þó ég verði mánuð að þessu þá gerist þetta nú alltaf svona 5 eða 8 kvöldum. Það er bara að maður hafi sig á stað. Svo þarf að mála. Þá verður hann bara eins og nýr. Ég geti hugsað mér að eiga hana bíl í sumar ef þetta tekst vel. Hiluxinn hentar ekki alveg fyrir smábarn. Og hund og farangur og allt saman. Ég fer kannski á hann sjálfur eitthvað ef við skotið mér förum bara saman eins og fyrir sumar. En það er svona öll betra að ferðast á svona bíl ef maður er orðið eitthvað fleiri í ferð. En það stendur svo sem til líka ef vel gengur að gera eitthvað í Hilux í sumar. Ég var búinn að eignast hérna hásingu til að setja undir hana framan. Sjáum til með það. Þætti nú bara bréf og ég verði að halda því með. Heppin að þið karfa í þessu niðurfalli. Þegar ég sagði að þetta gera einu sinni á vetri helst, hafði samband við mig bóndi úr Bárðardal og sagði að þetta væri nú svona eins og eftir eina ferð um Bárðardal. Og það er líklega bara alveg laukrétt. Sorgleg staðreynd. Salt og leðja samanblandað og smyrst og festist upp í allt. Þá er ég byrjaður á hinni hliðinni. Ég að skera hérna aðeins, ég þarf nú að skera meira. Og innriði sílsinn á eftir að fara. En þetta er allavega skárri en hin hliðin. Vesnar hérna aftur, hérna er bodyfesting. Þannig að það er bara sama hinum meginn þar. Smíða það upp á nýtt, en þetta lítur nú ágætlega út hérna innan. Já, ég settir að skoða þetta betur en
Það er allavega eitthvað járn þarna sem var ekki hinum einn. Brettaboginn hérna. Svona þriðjunga leiðinni. Hérna er skemmt sem að var einn. Á hinni hliðinni sko. Ég þarf að skera þetta eins meira líka. Komast í gott stál og svo hér. Og þarna er líka bodyfesting. Þetta var ekki ónýtt hinum einn, þannig að þetta var svo sem alveg típist að þessi hlið er bara ekkert betri en hinn. Eiginlega bara alveg eins ónýtt. En það er ágætt þegar maður er í svona brasi að vera svolítið bjarsýnt, sko. Það hjálpar. Þannig er flott stál það sem ég sandblés. Árið byrja. Já. Ég var alveg veikur þegar ég árið kom. Þetta er svolítið skemmtilegt. Jæja, það er ekki hægt að sjá að mikið hafi verið gert en þó eitthvað, það er komin innri síls. Alveg grjótharður og að sjóða hérna póstinn vel við. Þetta er mikilvægt og það er ekki alls sem gera þetta því að oft ryðgar þetta bara í burtu. Og menn nenna þá ekki að smíða þetta sko þarna upp í. En ég var hræddur um það að ef þetta vantar alfarið þá er þessi beltisvesting hérna ekki endilega alveg að sinna sínu hlutverki svona ef þú lendir í slæm árekstri. En þetta er líka svona ástæðan fyrir því að mér finnst betra að kaupa þessa bíla ryðgaða sko og gera þetta sjálfur því að þá veit maður hvernig að þessu að staðið. Frekar heldur en að kaupa þetta sem einhver er búinn að gera þetta og maður veit ekkert hvernig þetta er gert því að maður sér þetta ekkert. Og svo er ég aðeins búinn að undirbúa hérna ytra skinnið. Það verður heilsóðu hérna utan á. Einhvern veginn svona og punktað hérna. Það er mjög þéttir punktanir hérna við póstinn bara eins og þetta er frá framleiðandanum. Svo er þið aðeins víðari hérna. Ég reyndi að taka mynd af þessu eins og þetta var áður og gera þetta svipað. Svo hérna við bodyfestingur er mjög þéttir líka. Þetta er svona pælingar. Nú, svo þarf ég að berjast við þetta. Þetta lítur nú allt miklu verið út heldur. Það hefur svona þá tilhneigingu, ég áttur að þrífa þetta betur upp en þetta er ágætt stál í þessu. Og yfirborðið sé svona. Já, þetta verður bara flott. Jæja, þá er búið að heilsjóða þetta hérna á ofanverðu. Ég hvort þetta fókusar ekki, já svona. Alveg enda í enda og þetta var tímafrekt, maður getur ekki gert bara heila línu alla leið, þá skekkist þetta allt. Ekki víst að hurðarnar passi þá í. Og svo hérna á neðanverðu punktaði í gegnum gött og kúlan sem myndast í að slípa hana aðeins niður. Þetta grípur vel, þannig að það er ekkert mál. Þetta er alveg grjótsterkt. Næsta dagskrá er svo að loka hérna endunum og búa til fláan hérna og byrjar á því. Og endan hérna á stílsanum, hann kemur svona aðeins út og öðruvísi beygja á honum. Þetta fannst mér alltaf að vera stórmál en auðvitað er þetta tímafrekt. En síðan kom bara að því á einhvern tímapunkti að ég fór að ímynda mér að stálið væri bara leir og fór ég bara að leira. Þá einhvern veginn enda stykkinn svona þokkalega falleg. Þetta reynir svolítið á þolinmæðina. Ég hafði hann ekki fyrir 10 árum.
er endalaust. Næst þarna. Það var að gera þetta stærra stykki hér. Það er að komast mynd hérna á hjólbogan aftan. Þetta gerði ég hinn með líka en reyndar ekki hérna efri hlutan. Ég án ekki að slípa þetta mikið hérna neðanverðu því að það fer á bak við brettakantinn. Og eins þetta, það sést nú hérna hvað brettakantinn fer. Þetta ætla ég bara að riðverja vel og mála og hérna svo lokast þetta bara. Og ganga hérna frá líka þessi vasa hérna. Þetta er alveg brjálæðisleg vinna en það er þess virði þessi hluti hérna sést alltaf þegar hurðin á bílnum er opnuð. Þetta þarf nú að vera svona sæmilegt. En þá er þetta líka bara styttast. Það er að segja bodyið á bílnum. Já, þetta eftir hérna og þá get ég farið að dunda mér í grindinni, sandblása hana með háþrýstælni og sjóða aðeins í hana á nokkrum stöðum og orðlega mála hana alla, gera hana fína eins og ég get. Þetta verður allt of fínt, ég á ekki eftir að tíma að selja hann. Það stóð svo sem til að eiga hana bíl allavega í sumar. Hiluxinn er frekar lítill fyrir okkur þegar það er bæði hundur og barn og allt sem fylgir bæði. Hér er við að koma helstu gullónum inn í skjól áður en að við drífum okkur til útlanda. Við ætlum að skreppa aðeins út í næstu viku. Ég er mjög forvitin að vita hvaða dreifhlutfall er í þessu. Það hefur verið smíðað hérna eitthvað á gormana þannig að það er alveg séns að drifhlutföll hafi verið lækkuð en hann sagði mér sá sem seldi mér þetta sennilega værið upprunaleg. En ég verði til í að veri 5 eitthvað eða 488, það er allt í lagi. Ég merki hérna saman pinjón og bremsudiskin hérna og svo festi ég þennan þannig að hann getur ekki snúist. Þannig get ég fundið út hvaða drifhlutfall er hérna. Að því ég geri þetta svona með því að læsa öðru megin þá þarf ég að snúa þessum 2 heila hringi til þess að sjá hérna hvaða hlutfall þetta er. Nú bara að prófa þetta í fyrsta skiptið saman. Það er 1 hringur. Hring hérna, en þetta er rúmlega 2, þetta er ekki 5 eitthvað þá, þetta er 4 eitthvað. Það fór það. 3, 4, og þá er spurning að fylgjast með hérna, spurning hvar hann endar hérna. Þarna 4, er þetta ekki 4,5, snýr hann ekki beint niður? Jú. 4,56, er það ekki eitthvað sem er til í svona? Á við töðu það. Þá bara bætist það á innkaupalistan. 4,88 eða 5,29 hlutfall, sennilega 5,29. Á svona bý ég í hæginn fyrir framtíðin ef ég set tengt við hann stærri dekk. Hraðamælirinn er líka réttur með þessum drifhlutföllum. Á 38. Það er allavega sama ég með núna. Það er ágætt. Svolítil ágýraði. Allt í lagi. Þetta er ábyggilega Land Rover gormar. Allavega, þetta er Land Rover gormar. Það þarf að setja alla bremsur nýjar og
Ég geri þetta bara upp alveg svo nýtt. Svo er driflæsing líka orginal. Ég þarf nú að kanna hvort að hún virkar. Allavega lítur hún þokkal út. Ekkert að því. Stýrisvélin hún er úr Patrol. Það er meiningin að láta hana virka með þessu. Þá fæ ég stýrisarminn. Já, hérna pitmanarminn framfyrir sko. Já, hún snýr svona í bílnum. Og þessi endi hérna passar á Toyota sýnst mér. Þannig að það þarf ekkert að breyta því neitt. Svo ábyggilega setja stýristjakk líka hérna. Það gera það allir. Já, bara eftir að komast að því hvort að kórnin hérna passi fyrir Toyota endan. Mér skilst á internetinu að það svo sé sko. Þessi er bara svolítið ryðgaður, ég vil ekki vera að nota hann í þetta og kaupa nýjan. Já. Það er áframhald hérna í Land Cruiser. Það þarf að fara í grind. Svona innanvert. Hún er ágætt hérna neðanverðu og utan og ofan. Þetta er þynnra hérna blikka innanverðu. Ég seti einhverja skúfu inn í það. Styrki þetta. Festingar á hásingunni. Sko, það er búið að sjóða í, það er ábyggilega bara nokkuð oft, sko. Allavega ef þetta hefur verið gert bara einu sinni að þetta er mjög gaman að ræða við þann sem hélt á rassuðu byssunni í það skipti. Þetta er eiginlega bara algjört listaverk, sko. Það er svona 20 metrar af rassuðuvíl þarna. Þannig að þetta verður allt spænt af og bara nýjir vasar. Og nýja stífur líka, það kosti ekki svo mikið. Svo er aðeins í grindin þannig framan við á stífufestingunum fyrir hásinguna og hægra megin framarlega við hægra framhjólið. Og þá held ég að þetta sé nú bara klárt. Ég ætla að taka tankinn úr svo komist betur að þessu hérna og þá sé ég líka betur bitana hérna í gólfinu. Það þarf örugglega eitthvað að taka á þeim. Ef ég þekki þetta rétt. Ég ætla að setja skúfur í það líka. Þá verður þetta bara orðið nótæft fyrir sumarið. Svo tankurinn farin úr og ég er búinn að háþrýsti þó þetta allt svona. Og þó að lakkið sé farið af gólfinu og þá eru hvergi gött í gólfinu sjálfu. En það þarf að fara í bita hérna. Gólfbita. Saga þá í burtu og setja nýja. Þeir bitar í grind eru góðir og þannig að þetta er bara betur en ég þorði að vona. Ég segi alltaf sko þegar ég er að vesenast í þessum bíl, þetta er allt betra heldur en í rauða bílnum sem ég gerði fyrir 2 árum. Það var náttúrulega bara þannig að hann átti bara að fara í brottægt sko. En ég gerði hann djöfull góðan. Hann reyndist mig vel í 2 sumur og svo seldi ég hann fyrir stórfé alveg. Ég held sér meiningin að eiga þennan. Hann léttist alltaf eitthvað í bílinu þetta. Bæði aur og málning og eitthvað að stáli líka. Og það eru bara ryksuga hérna og þeir eru fyrir að liggja hérna þessu moldarpa á morgun og skera úr þessu og sníði út einhverja bætur. Það er hann að byrja á grindinni. Þannig að það nóg að sjóði blikk svona í bili. Ég var búinn að setja brekkun á hann af framann og til að bretta kvöntunum á, svo þarf að mála þetta allt saman. Ég veit ekki alveg hvað ég geng langt í því, hvort ég mála bara hliðarna báðar alveg, eða hvað. Á eftir að koma í ljós. Ég á eftir að fá tilboð í lakkið líka.
fá fullta með það. Þetta hlýtur að draga fram manns innri 30 ára dreng. Áskreppur. Nú er þetta aðeins að þorna, þá sér maður þetta betur. Þetta verður allt betra áður en yfir lýkur. En þetta nú svona eitthvað sem að maður kannski ekki alltaf að spá í. Þetta þarf að laga. Og bara töluvert mikilvægt vegna þess að þessar rær þarna sem eru soðnar gegna mikilvægu hlutverki. Þetta er 12 mm bolti. Sko 2 þarna í röð. 3. er hérna aftastur gegnumgangandi. Þetta er þykkt stál hérna í grindinni, sko skúffunu utanverðri en svo áttu grenra hérna innanverðu og náttúrulega götótt. En þessar rær þarna sem eru bara eiginlega horfnar, þetta er dráttarbeisluð sko. En ég fer og lem restin af þessu í burtu, þessum soðnu róm sem eru þarna og ætli ég búi svo ekki til 2 rær bara platta sem ég legg þarna ofan á því að þetta er efnis þykkt sko, það er ekkert að því. Það er áfram. Þetta er nú meira ógeðið. Ég er að reyna að plasmaskera þetta, það gengur nú svona upp og ofan. Þetta er svo ógeðslegt. En þetta er svona 15 mm þarna að suðuvír. Bara hlaðið ofan á hvorn annan. Hérna á þau líka hemlarur líka. Það er nú, þau eru ekkert svo gömul. En það er endarnir sem fara svona. Það hefur verið sett bara orginal rör aftur. Það voru óvarin hérna í endanum. Þannig að það er endurinn, já það er nú ekkert mál. Og svo er ég búinn að skera hérna á grindinni. Þannig ég er komin í þykkt stál hérna. Til þess að sníða bót í. Það minna hérna, en þó svolítið. Það kemur svo vel þessi græja. Hún er reyndar að kæla sig núna. Þetta var svona eitt af því fyrsta sem ég keypti mér á AliExpress. 50 ampere og svona í þessu sem ég er að gera þá noti á 25, svona helmingin að því sem hún getur. En hún ofhitnar samt ef maður er svona missir mann í þessu. Ég man ekki betur en ég hef borgað fyrir þetta bara eitthvað 30.000 krónur eða eitthvað með sendingu og allt saman. Og þetta er sko China Export. Ég fekk mér víst aðra byssu á hana til þess að þurfu ekki að snerta stálið til að kveikja logan sko. Þessi jarðtengdur. Svo það maður alltaf að finna réttu stillinguna sko. Byrjar svona illa og svo verður þetta bara alveg skínandi fínt. Stillir bara upp svona landi og dreg gikkin eftir því. Þá verður þetta alveg glæsilegt, þráðbeint og fínt. Flott að sníða bætur í grindina úr þessu. Eiginlega ekkert gjall. Stáli hitnar og lítið og það er eiginlega ekkert rek af þessu. Þannig að maður þarf ekki að vera með grímunan eitt frekar svona, ekki fyrir maður fyrir að slípa. Þannig að maður sé ekki með hórköglana svarta í heila viku eftir. Þetta er bara snilda græjur. Kínverjinn lætur ekkert hæðast með það sér. Það er áframhald hérna í Já, maður er þokkarlega samblásin eftir þennan skrepp. Ég er ekki búinn að gefast upp á þessum sko. Ég hef bara ekkert mikið verið að taka upp.
og svo sem meðan það var besta veðri hérna daginn þá var ég nú ekkert að gera. En þetta eru drjúgir klukkutímandi núna, komið pústurör. Það er nú reyndar bara opið rör svona tímabundið og þetta er nú lélegt hérna, ég bætti í þetta eitthvað. Þetta er tímabundið þangað til ég gera eitthvað í því, úttur og róntur. Og það er búið að mála undirvagn alla með grótkvoðu og vasana nýja hérna á hásinguna, ný hemlarör líka. Þannig að þetta er svona komast mynd á þetta, nú er verið að stilla upp hérna fyrir brettakantana. Þeir eru skrúaðir á upprunalega, ég set þessar máðuræri hérna. Þeir eru frekar illa við þessar bodyskrúur og þetta er ekki nauðsynlegt, það eru þessi lím sem eru notuð í dag eru það góða, þetta er ekkert vandamál. Það eru gerðir hérna 2 strengir af límið sko og svona þrifarönd hérna. Ég ætla að setja bara kringum þetta þannig að þetta verði áfram þurrt og þá ætti þetta geta ryðgað neitt. Og svo er ég byrjað svona á pjattinu hérna eitthvað aðeins og beislið er komið undir með glænýjum boltum. Það verður til friðs. Svo þannig að fara í bremsur eitthvað og svo er að fara í skó. Svo er ég búinn að kaupa 2 lítra bílalakki og ég hugsaði málinu hérna brettið og bretta kantana og listana á hurðunum. Ég held ég reyni á að massa hurðarnar. En það verður náttúrulega eina vitt þegar mála bara hliðarnar allar, báðar. Við erum búin að samblása 2 felgur í viðbót. Jæja, þá er þessi gleði að hefjast. Undirbúningu fyrir sprautun. Ég er svona að byrja aðeins að pússa þetta og svo er ég nú eftir að taka hurðarnar af. Ég ætla að sprauta þær bara sér flatar hérna upp á borði hjá mér. Og svo sprauta ég inn í fölsinn líka. Þegar að bíllinn fer í sprautunna inni. Og hérna rúðukarmanna eru orðnir grjótkastaðir svolítið og toppinn hérna svona aðeins aftur. Ég er búinn að pússa þetta eins, setja rústkonverter og eitthvað og svo er þetta allt fylligrunnað og málað. Ég ætla ekki að taka þetta hérna af. Ég er á latur til þess. Það er búið að líma þetta mjög vel og hérna þarna undir sé ekkert sem ég langar að sjá. Og þetta verður örugglega nógu gott fyrir mig. Ég ætlaði ekki einu svona að taka hurðahaldvöngin af sko. Ég fekk ábendingu það í gærkvöld að ég skyldi nú drullast til þess að gera það og ég hefði betur sleppt því að ég þarf að bræða nýja rær inn í plastið í þessu, þetta er allt kolryðgað og nýtt. Þetta er orðið 30 ára gamalt sko. Þannig að ég ætla að gera þetta bara eins og ég ætlaði mér að gera. Það er alltaf svona. Ég er nú samt gaman að fá einhver komment á þessu öllu sem ég er að gera sko en það er svona ég hlust ekki á allt. Svo ætla ég að mála hann hérna brettið aftan líka. Reyna að blenda það einhvern veginn inn hérna. Ég veit ekki alveg hvernig það fer eða hvort ég geri það bara hérna uppi alveg. Tek þessa rúðu úr, það er aðeins rið í falsinu á henni. Bara svona yfirborðsdoppur. Og svo bara gluða ég á þetta allt saman. Já, ég á eftir að pússa sko glæruna alveg niður á brettakontónu því að hún flagnar öll. Þetta er einhver glæra sem hafa notuð mjög mikið á Toyota bíla þarna. Þegar þeim á breytt og fer þetta svona einhvern veginn. Hilux-ið var líka svona. Ég pússa það alveg ekstra vel niður. Svo er ég ekki búinn að ákveða mig hvað ég gerir með stuðarana. Sennilega enda ég á að mála þá líka. En það er svona mætir afgangi. En þetta er einhvern veginn svona. Allt að gerast. Tómgleði. Já, húttið. Mála það líka. Þá er þessi bíl bara
endur málaður svona fyrir utan kannski afturleran og restin af toppnum. Ekki að það muni miklu en svona maður reynt hérna að segja stopp. Jó, og hérna hurðakarmana líka. Ég mála þá á mattsvarta. Ég veit ekki alveg hvort ég glæri yfir þá. Sennilega ger ég það. En þeir eru í öðrum lit heldur en hurðin sjálf. Og eru þannig orginal, svona mattsvartir einhvern veginn. Sólin alveg. Þetta er eitthvað að byrja að fæðast hérna. Svona fylligrunna hérna. Rúðukantana. Pússa þá létt niður á morgun og mála þá svona matt svarta eins og þetta á að vera orginal. Þetta er nú bara spraybrúsafinn. En það er hægt að fá vönduð spray í þetta, 2 þátta lakk. Þannig að þetta verði nú öflugt. Nú svo loka ég þessu bara aftur með plasti og þá er þetta grunna restina af kakanum. Jæja, þá er þessi gleði að hafa. Jæja, það er komið grjótvörn hérna upp í Fölsinn og Silsvanum og það er nú bara ein þykk umferð af því. Komið góðu grunnur á þetta, 3 umferðir og hægt að pússa þetta niður í slétt og setja lit á það. Nú svo fer bara bílalakk yfir þetta og hérna upp með Fölsvanum eitthvað. Þetta er nú svona, þetta er einhvern hingað. Það er að halda áfram að pakka honum inn. Þetta er nú komið svona langleiðina. Svo er ég að rífa hann í sundur. Smerla bretta honum af og hútinu og ég er ekki búinn að ákvaða mig með stuðarinn eða þá. Mér langar að mála hann. Hann hefur verið málaður einhvern tíðan. Frekar illa. Kannski er þetta að massa þetta. Já. Svo er það svona litlu atriðin sem fara alveg ofboðslega í taugarnar á mér þegar ég sé nýmálaða flotta bíla. Það er þetta. Ef að rammarnir eru orðnir ljótir og rúðuþurrku eða armar sem að alltaf orðnir ryðgaðir hérna í endana. Agalega ljótt. Þetta gerir heildarlúkkið. En maðurinn líka vita hvar á að stoppa einhvern tíðan. Þetta er bilun. Það er aðeins búið að ræsa sprautkönnuna, bara svona til þess að kanna hvort hún virki ekki örugglega. Nei, þetta er svona epoxy grunnur. Æ, nú fekk ég þetta allt á mig. Eitthvað alveg grunnfyllir. En ég ætla nú svo sem ekki að pússa þetta því að þetta var nú svona hugsað bara yfir berastálið. Svona það sem ég slípaði alveg niður í stál. Og það sem ég var að sjóða eitthvað og svo setti ég þetta inn að verða alveg. Svo setti ég yfir þetta hefðbundin fylli bara sem að fer yfir allt brettið og fer líka yfir hútið hérna og þykkt svolítið að framan og fremst hérna. Það sem verður alltaf grjótkast. Annað veit ég ekki hvort ég er mikið að fylla sko. Það er það bara til að fá einhverja viðlóðun sko. Og svo að pússa þetta eitthvað niður og reyna að fá svona mjúkar brúnir. Sjá hvernig það tekst. Það verður þá bara massa. Ég er orðið vanur því að massa svolítið eftir ég er búin að þessu. En þetta lofa góðu. Svo þarf bara áfram að þrífa vel. Það er svo mikil hiti á ofninum að þetta blæs út hérna alveg plastið. Engi leið að hemja þetta.
Já, ég er búinn að ræða með þess að sprautkonuna núna. Þetta er nú bara grunnur ennþá, fylligrunnur. Til á. Aðeins, svona eitthvað. En þetta þarf að stýpa niður hvað sem er. Þá þetta alveg rennir slétt. En ef það tekst svona vel með litinn og hérna síðan með glæruna, þá verður þetta bara, sko, ég var leiðréttur, þetta verður ekki eins og Ferrari á að vera rauður. Þetta verður eins og Jaguar. Þeir eru stundum svona dökkgrænir. En það er síðan meiningin að klára bara fylligrunn á morgun, sennilega 2 umferðir. Og ég var nú búinn að slétta hérna húddið aftur, þetta epoxy. En ég hugsa að fara samt 2 umferðir líka á það. Og þá er þetta að slípa bara á sunnudagsmorgun og ég veit ekki, ef ég hef kjark á kannski fyrir liturinn á. Ég var reyndar eftir að kaupa meira glæru. Ég sé svolítið hvað fer mikið að lita á þetta og geta á svona áætlaða glæruna. Þá kom þessi fínu fylligrunnur og allt saman. Og þetta er bara alveg renni slétti, það er voða lítið að slípa þetta. Það verður allavega ekki margra klukkustunda-verk. Eins og þarna einhvern tíðan þegar ég var að mála Hiluxinn, pallinn á Hiluxinum, það var svo ósléttur. Já. Það sýnist mér að þetta hefur tekist ágætlega á stráknum. Þrátt fyrir að hafa gert þetta utandyra hérna og ég bleitti ekki einu sinni planið. Þetta var nú svona gert í gríni samt. Ég ætla nú að pússa þetta aftur og... Gleðilega. Þetta er... Þá erum við konið heim. Næst og allir draumar geta ræst. Ég byggi hlátra heima í húmila. Nú er komið fyrsta umferðar lit á þetta allt saman. Ég ætla að leyfa þess að taka sig vel og skoða þetta vel á morgun. Og þetta sé ekki allt svona rennið slétt og hreint og fínt eins og mig grunnar. Þá má bara fara 1 eða 2 umferðir af þessi viðbót og glæra svo yfir allt saman. 2 og 3 svar. Það er mælt með að gera 2 svarum. Þetta er svona ágætt, virðist vera. Þú varst Næst. Jæja, nú held ég að þetta sé loksins að verða klárt hérna fyrir glæruna. Ég klúðraði aðeins hérna. Sko, eða 2 klúðraði ég. Bæði grunninum á einu stað. Ég komst ekki að fyrir en að ég var búinn að setja lit yfir. Svo klúðraði líka litnum aðeins. Sem á nú bara eiginlega ekki vera hægt. En ég tókst að láta hann renna í einhverju græðgi. Þannig að þetta er nú orðið býsna líklegt. En ég ætla að mála brettin og brettakantana bara sér. Þannig að nú er bara að lakka þetta drasl. En fyrst 4 hjólaskreppur. Svo konar bílalyktur hérna. 3 stykki. Það er konið í business sko, eða þannig. Beint frá Kína. Jæja, nú held ég að
Það er aðeins að rifja þetta upp líka. Þá er ég búin að kippa umbúðanmutan á honum. Þetta er bara svona gott sko. Það er töluvert mikið rykavísu í húddinu. En ég slípa það niður stöku lekar. Sko, hérna er einn leki og þurblettur svona í seinni umferðinni. Þannig þetta er svona ekkert frábært sko. En það verður það áður en við lýkur. Svo er ég að slípa saman þessar brúnir hérna. Það tókst nú bara býsna vel sko. Hérna er svolítið þurr líka glæran. En ég næði henni beinni. Betra hérna. Eiginlega engin brún. Þetta fer í burtu bara með vasspapír og mussun. Voða lítið að lekum, ég ánægði með það. Já, það er svona. Skoða þetta betra á morgun og fer að slípa. Svo þarf maður að bóna þetta allt hérna. Ég nefndi ekki að mála þetta. Ég hefði betur gert það. Ég hafði glæruna viljandi svolítið þykka vegna þess að og þessu nátti ég alveg vona að það er einhverjir frekari lekar en það er bara ánægilegt að svo sé ekki. Þá hef ég bara meira kjöt til að slípa niður. Þetta er svona leiðinda blettir. Og það er náttúrulega bara eina ástæða fyrir því. Akkur er þetta ryk og það er bara leti í mér. Þetta er allt svona frekar rykugt. Eftir að ég fylli grunnaðan og slípaði svo. Ég hefði átt að taka hann út þá og skipta allt plast og þá hefði ég mögulega spara mér. Þetta fer dagur í þetta ábyggilega. Ég þarf að slípa hann bara allan og reyna að lífga upp á hérna ómálaða hlutan á honum. Þetta þyrfti að mála líka. Ætli ég geri það ekki núna þegar ég á eftir að klára að mála brettakantana. Það er að segja þá hluta sem ég tók af. Þetta hafði ég bara á þegar ég málaði. Það er allt í leið. Ég var eitthvað að hlusta á mig aftur og ég svo alveg móður eitthvað. Ég held sér ekki að fá hjartaáfall. En það er sko svona 40 stiga hitt hérna. Það er enda viljandi gert. Ofnin er bara bókstaflega í botni. Og búið að vera lokað í all. Bretting glæraði ég fyrir 2 dögum síðan. Það er bara falleg sko. Það lekur aðeins hérna undir það sem brettakanturinn fer yfir. Ég ger ekkert í því. Þannig að þá bara spoilerinn og brettakantarnir eftir. Það er búið að slípa hérna með 1000 og 2000 og 3000. Orðið alveg rennið slétt allt saman. En ég fann leka. Helviti mikinn leka. Og ég raspaði þetta mest af svona með bara alveg flugbeittu túkanífspaði og þá er þetta einhvern veginn svona. Og svo slípaði yfir og í 3 attrennum og svo bara pólerað. Og þá líka hverfurinn leiði þessi appelsínuhúð. Þetta verður bara býsna flott þegar það búið að pólera þetta svona. Þó að þetta lítið svona út í mildtíðinni einhvern veginn. Það getur voðalega samfærandi. Það er bara að bleita hérna. Það voruð slétt. Enda svona. Svo er aðeins að laga hérna líka í glærunni og voru 2 svona fiskaugu hérna sem er svona ekki alveg viðlóðin. En núna allir er mikið lengur að þorna heldur en svona takja þetta glæra. Ég ger það bara á morgun. Ég er búin að pússa toppinn og lekinn þar er horfinn og appelsínuhúðin líka horfinn.
og samskeytin svona varla sjást. Hverfa ábyggil alveg þegar ég pússa. Eða pólera, meina ég. Og það þarf að massa þessa hurð. Það verður þetta svona glæsilegt. Svo er húddið alveg eftir. Það er nú engin lekar í því en það er svona, það sést náttúrulega ekki núna, það er svolítið rykið í. Þannig er eitt ryk. Húddið er að verða ágætt. Hérna er það svolítið skýjað, ég á eftir að fara síðustu umferðina. En hérna er þetta orðið eðlilegt. Þetta er bara bleita hérna. Og svo náttúrulega er einn að gera hann allan. Það er markmiðið. Þetta er brjáluð vinna. Það verður bara alveg dofinn í handleggjónum. Þetta er skemmtilegt þegar það tekst vel. Voru að hefjast samsetning á þessu matur. Svo þarf að fara að þrífa. Jesús Kristur. Þetta gengur vel allt saman. Og nú er komin pása, svo stutt að vara að vakna. Nú er þessi komin út, svona til pröfu. Glampar flott á hann. En fjörið heldur áfram. Hérna eru brettakantarnir, það var eftir að ég þarf að pússa það aftur. Það voru svona skemmdir í þeim því ég sá ekki. Það er ekkert mál. Svo bættist við. Ég ætla ekki að taka stöðurana, ég nenni því ekki. En þeir eru ljótir. En spoilerinn tek ég, græja hann. Komum fyllir grunnur og sjá til. Svo fylgja þess alltaf einhver skemmtiverkefni. Þetta er ekki bara skemmtilegt að sprauta sko. Þetta er svona eins og í skothöðinni. Nema hérna er þetta eftir hverja einustu sprautuumferð. Ég er líka með svona ódýra sprautukönnu sem er leiðilegt að taka í sundur. Það er bötnuð mikið þessar könnur eftir ég sett á þær þessar svona nýmóðins og bolla eða hvað að kalla þetta. Það var á þessu bara álbolli sem þurfti alltaf að þrífa eftir hver skipti en þessu með bara svona póka inn í og pókin er bara einnota. Ég kannski safnaði mér einhvern tíma fyrir flottri sprautukönnu. Annars gefur þetta vel af sér. Þrátt fyrir afleitar aðstæður og ég er með saman opið út í þessu kærlaus. Þetta bara kemur vel út. Þetta er náttúrulega ekki laust við ryk eðlilega, bara sömu ástæðu áður. En þetta er bara fín áferð, ekkert á þessu. Ég held meira að ég hef eiginlega alveg sloppið við leika núna. Ég var ekki brjálaður og í fyrraskiptið að Guð sá þetta. Ég var kennt að setja bara svona þoku fyrst, bara klístur. Leyfa því að taka sig, þannig að einmitt að þetta verið svona klístrað og fara svo guðsu umferð þar á eftir. Þetta er bara flott. Kantarnir því ég málaði eru svolítið hamraðari. Það handla bara því ég pússaði það ekki svona niður eins og bodyið á bílnum. Þannig ég verði að gera eins við þá. Svolítið auka vinna en það er flottara. Annars er ég bara helvíð tánaði með útkomin á köntunum. Pínu lítill ekki hérna. Annars flott. Búið að líma og bolta fast. Tvöfalt öryggi. Þetta er ryðgin örugglega. Svo ég eftir að setja þrifar hérna. Gerir þannig bara þegar ég er búinn að massa þetta og þá verður þetta fínt.
Svo kom mér nú kannski mest á óvart að þetta bara passar býsna vel, sko. Og lokar millega. Bara fínt gap. Það er einhvers konar grís að boltagötin hafi hitt á rétt stað hjá mér. En svo er þetta með stuðarana. Já, svolítið lakka eftir, sko. En mikið rosalega hvað ég nenni því ekki. En það þarf eiginlega að gera það. Nei, settu. Nú eru konið brettakantar og þá fer þetta nú að lúkka. Ég ætla að setja stigbrett á hann hérna og aurhlífarnar. Það er að drífa stigbrettin vel og svo setja nýjar aurhlífar. Svo alveg eftir að koma í ljós hvort að þessi bíl standi skoðun. Því að ég hef ekkert kíkt á slitluti neitt. Ég veit að bara að klára að pússa ljós og byrjaður hérna. Þetta er svona matt og ljótt. Svo er spoilerinn hérna klár. Bara líma hann á. Ég er bara búið með límkittið þarna frá Úrt sem að nota til að líma kantana og þetta. Ég er að kaupa nýja túpu og setja líka svona þrifarönd hérna milli brettsins og kantsins. Þetta er ég fóð með hann út svona í sólina, þá sér maður aðeins skýjað á hann og lakkið hérna milli hurðanna og eitthvað í kringum haldfangið og svona nokkrum stöðum. Ég þarf að massa hann aðeins betur með bara einhverjum eiginlega fínum massa. Og komið þessu síðan og þess síðan ég er búinn að setja það nú það er fyrsta lyftingin. Ég held ég búinn að stilla þessu þokkalega upp. Spurning hvað ég gerir því. Ekkert mál. Og sjá hvernig. Nú erum við skotin við konur hérna á gulllega slóðir við Þórisvötn. Stefnum í norður. Aðrir höfðu ekki komið þarna núna í gerfinöttin. Ég keypti